Evrópusambandið við erum að taka inn 15-20% af þeirra reglum, svona reiki hvað fólk segir. Sumir segja 80% en það allavega ekki það. Það stenst ekki skoðun. Það sem að mér finnst svo sérstakt í þessu að Evrópusambandið og Drækjaskýrslan segja sjálf og Enrico Letta segir þetta líka með innri markaðinn að þeir eru orðnir ósamkeppnishæfir og til þess að leysa það þá þurfa að vera ennþá meira af því sama sem að koma með það er alltaf lausnin, meiri samruni, meiri reglur. Já, og ég er hugsa með mér að núna þegar við erum með gervigreindina og fleira sem er að koma með miklu offorsi bara inn á alla markaði og mun koma til með að umbreyta okkar tilvist held ég held að enginn getur séð fram í það hvernig það mun koma til með að líta út að þá erum við að taka upp sama regluverk og þeir segja sjálfur að hafi leitt á í þessu stöðun. Einu rökin sem að skipta máli. Og það er röglega fullt af öðrum rökum með já og með nei en þetta er það eina sem ég finnst að við ættum að pæli. Af því að ég ætla að fá að koma aðeins inn á ástæðin fyrir líka að ræða það er það að þetta er ekki beinlýsti mark góða efnastjórnun. Að menn komi sér í þessar og seti efnalisti Evrópusambandið sér fullkomi uppnám út af því að með því að gera þegar þjóðir að byrja þessu 1970 gerðu fyrsta samningin Sovétríkin að þá vöruðu bandaríski embættismenn við þessu sagði bara, þetta er nokkið gott og þeir þjóðir að segja, við verum aldrei með mestalega 10% og svo var þetta komið upp í 30-40%. Og tvær stórar leiðslur og menn var að byrja að gera meira að halda þetta lið sér treystandi fyrir efnaðismálum Íslands. Við hefum gert alls konar mistök, við hefum ekki gert svona stór mistök en ég líki þessu líka svolítið við þegar barn fyrir að heiman. Ég meina barnið fyrir að heiman, það mun gera alls konar mistök, það mun reka sig á og maður vonast til þess að það muni sem almennt handónýnda gjaldmiðil eins og sem ég segja að komast í þá stöðu að vera eitt ríkasta land í heimi. Það er nú bara ansi gott